Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín eru komnar tvær stöllur sem eru 50 ára stúdentar frá Menntaskólanum á Akureyri og þær eru komnar til þess að júbilera með gömlu skólafélögunum. Velkomnar Rósa og Sæbjörg. Takk fyrir kærlega. Takk. Rósa, þú ert að koma til okkar alla leiðina frá Noregi. Já, ég bý út í Oslo. Já. Og var náttúrulega að koma og vera með í þessu og hlakka alveg óskaplega til að hitta allt fólkið og er búin að vera hérna í nokkra daga núna til þess að undirbúa mig. Já, eru þið samheldinn hópur, þessi útskriftar árgangur? Ég held þeir séu það þeir sem eru hérna á Íslandi en ég er náttúrulega búin að búa svo úti svo lengi svo ég hef ekki getað verið með. Nei, það er árlega eitthvað sem við erum að hittast. Já. Það var aðalega í Reykjavík. Já, eru flestir þar? Það eru flestir þar, já. Svo kemur einhver frá Vestmannaeyjum og svona. En það ekki svolítið svona sérstakt þegar þið komið þá öll saman hérna aftur á gömlu skólaslóðirnar? Jú, það er það. Og hvað gerið þið? Hvað er á dagskránni? Það er fullt alveg, þið eru búin að undirbúa svo mikið. Já, við ætlum að fara, byrja bara klukkan 9:30 á 15. júní. Já. Förum í Skagafjörð, við förum á Siglufjörð, förum inn í Svarfaðardal að Tjörn og semst allur dagurinn undir. Hvað er þetta margir fyrir ekki? Við erum líklegast með mögum svona 90 manns, cirka. Já, það er nú bara það er alveg hópur. Já, 2 rútur. Þetta verður mikið gleði. Og svo 16. Svo 16. þá er söngsalur og það er farin á norðurslóð og við borðum saman og skoðum kannski einhver söfn og svo höfum við svona forpartí heima hjá mér. Já. Og svo förum við náttúrulega í höllina. Svo farið í höllina og rifið upp gamla takta. Já. Getið þið sagt mér einhverjar svona, hvernig var að vera í menntaskólanum fyrir 50 árum? Það var bara óskaplega skemmtilegt og gott. Það var góð tími. Já, það var svo gaman að koma og byrja þar. Og bara labba eftir göngunum að heyra smellin í skónum á trégólfinu. Ég finn það ennþá lyktin þar og við vorum fyrst í bekk sem voru bara nemendur frá Akureyri, blandaður, í 3. bekk. Byrjuðum náttúrulega í 3. bekk. Já, það var þannig þá. Já. Tóku landspróf sem er ekki lengur. Svo var bara 3., 4., 5. og 7. bekkur. Já. Og þá var bara blandaður bekkur fyrst í 3. bekk. Manstu eftir því, það var bara frá Akureyri fólk. Og svo í 4. bekk, þá var þessu skipt. Þá vorum við bara stelpubekkur, alveg þangað við tókum stúdspróf. Og svo strákabekkur. Hvernig var munurinn? Var það eiginlega að vera laus á strákana eða hvernig? Ég veit ekki, þetta var bara alveg æðislegt. Við vorum 30 stelpur saman í bekk. Mikið fjör. Það var eflaust skapast mjög sterk vinasambönd þar. Já. Og frá öllu landinu, sko. Já. Þetta verið fæstar frá Akureyri. Ekki flestar einhver stærra að. Nei, kannski ekki. Og var þá heimavist líka? Já. Og þær hafa verið á heimavistinni þá þær sem... Já, eða byggu út í bæ einhver, en flestir kannski byrjuðu. Okkur langaði alltaf til að vera á heimavistinni. Já, þetta er spennandi. Maður var ekki alveg nógu spes svona að vera bara frá Akureyri í skólanum. Nei, upp á það. En maður var nú reyna stundum að fara upp í heimavist, svona aðeins að koma við þar. Já, vera með. Já, svo það var skemmtilegt. En svo var bara, þegar við byrjuðum þá að busað eins og er í dag, ekki alveg eins, náttúrulega við tolleruð bara. Já, kastaði upp í loftið. Já, skólalóðinni bak við skólan. Já, einhvern tíðan var einhver sem datt í huga það var eitthvað hættulegt, þannig að það var lagt af. Já, það var lagt af. En við vorum það var stuttatískan, við vorum í alveg knallstuttum pilsum alltaf. Ekki tolleringunni samt, er það? Jú, ég held það nefnilega. Það er ekki að halda fast á. Við gengum svo mikið í pilsum þá. Já, stuttum, sko. Í stuttum. Bróðir minn var einmitt að segja í morgun, ég var að tala við hann. Hann var með okkur í menntaskólanum. Já. Og hann sagði að við strákarnir vorum svo oft bara í jakkafötum með bindi í skólanum. Það er dásamlegt. Nælonskyrtum og með svona mjó lakkrísbindi. Það var tískan. Það hefur verið gaman að vera að fluga á vegg. Já. Örglega svolítið öðruvísi heldur en síðar. Er einhverja skemmtilega sögur sem þið getið sagt mér? Hvað, gerðu þið eitthvað af ykkur eða? Nei, allt og lítið, svoleiðis.
Ég man ekki eftir að við höfum gert þetta Við Lalla vorum mín. alveg rosalega Eitthvað höfum við svolítið gert sem er kannski ekki sögum færandi. stiltar. Jæja. Svo var til dæmis eins og árshátíðin eða 1. DS, það var svolítið öðruvísi hjá okkur. Já. Til dæmis þegar við vorum í 4. bekk, Já, þá áttum við að sjá kökunar. já, veisluna. Já, ok. Maður er ekki bara þurft að klæða sig í peysufötin. Það Nei. er líka bakka og... Já, við fórum bara, sko, hún var yfir Yfir kökubaksturinn vegna þess að Já. ég var búin að vinna 17 ára gömul 1 ár á Bifröst Já. í smurbrauðinu þar. Þannig að þú varst reynslubankinn. Já. og við fengum að vera inn í Kristjánsbakari sem var þá í Strandgötunni. Já. Og þar voru bara bakaðir alveg staflar af Já, rjómabotnum, já, tertubotnum. Já. og svo bara skreitt. Tóku strákarnir þátt í þessum bakstri? Nei, Ekki einn einasti strákur, sko. Máttu þeir það? það voru bara við. Það var Ekkert ráð ekki, þótti ekki neitt gott, sko. Nei. Ég vissum að þetta hafi verið, sko, ýmislegt þetta voru bara 30-40 botnar, rjómatertubotnar, Vá. sem við bjugum til þarna. En er það ekki ennþá gómsættara þegar maður bjóða til sjálfur samt? Jú, Jú, maður fær jú. svolítið svona nostalgíu kast, sko. Já. Að sjá rjómatertu. Þið fá nú einhverja kræsingar örugglega núna 16. í höllinni, en það verður kannski ekki heimabakað. Ekki heimabakar rjómatertur allavega. Nei. Já, tíminn er hlaupinn frá okkur, en bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma og skemmti ykkur ótrúlega vel. Já, Takk fyrir, kærlega kærlega. Takk.